Góðan daginn. Svaka hljóðkerfi. Verið velkomin á þennan kynningafund stöðu drengja í menntakerfinu. Gaman að sjá hversu mörg eru hérna komin og eins til ykkar sem að fylgist með í streymi. Dagskráin þannig hérna að ég ætla að segja nokkur orð hérna í upphafi, síðan mun Tryggvi Hjaltason fara yfir skýrslu sína og tillögur. Áslaug Arna, Háskóla vísinda og nýsköpunarráðherra mun segja nokkur orð og síðan Þórdís Jóna, forstjóri miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu og svo kem ég hér aftur í lokin og svo laust fyrir viðtöl eða spjall hér á eftir. Staðan svo að kannski bara byrja á upphafinu því af hverju þessi vinna fór á stað. Það var þannig að það var stór hópur fólk sem að beindi áskorun til mín í lok árs 2022 drengi í skólakerfinu. Í þeim hópi voru kennarar, leikarar, foreldrar, íþróttafólk, alls konar fólk víða birtu blaðagreinar og áskoranir í blöðum. Ég ákvað að boða þetta ágæta fólk til mín á fund sem átti að taka hálftíma en endaði á því að verða 3 tíma spjallfundur á föstudegi. Þar var skipst á skoðunum, ræddum margt í tengslu við þetta. Í framhaldi af þessu ákvað ég að fá þennan hóp til liðs við okkur, þann kraft sem væri í honum til þess að rýna þessi mál betur. Það líka hluti af bara vinnulagi sem að mér finnst að við eigum að viðhafa í auknum mæli þegar við erum að vinna málum, að allir komi með málum. Og þetta rímar mjög vel við það vegna sem við höfum verið í gríðarlega þéttu samstarfi við fjölmarga aðila þegar kemur að menntamálum á þessu kjörtímabili og á fyrri kjörtímabilum. Skólakerfið eitthvað sem við eigum öll að koma að og þarna höfum við verið í samstarfi meðal annars við háskólana, við sveitarfélögin, við önnur ráðuneyti, við kennaraforustuna og kennarasamfélagið, allt í kringum landið, samtökin Heimil og skóla sem við höfum verið í samtali við og fleiri aðila. Þannig að sá afrakstur þeirra vinnu sem hér bara hluti af því að virkja fleiri til samtals íslenskt skólakerfi, virkja fleiri til umræðum aðgerðir vegna þess að skólinn samfélagið og samfélagið skólinn. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra hér í upphafi, heldur vindum við okkur bara beint í dagskrá fundarins og ég gef Tryggva Hjaltasyni orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, Ási. Og ég byrja á að segja það að ég ofsalega glaður að sjá hvað margir sem hafa mætt hérna og hvað vel mætt og ég sé nú að mörg andlit hérna inni hafa nú bara komið beint að þessari vinnu og gaman að segja frá því. En ég fæ þann heiður hérna í dag að segja ykkur frá 18 manna vinnu sem við búið að eiga sér stað núna fyrir hönd menntamálaráðuneytisins og háskólaráðuneytisins til að gera úttekt á stöðu drengja í íslensku menntakerfi. Og mér langar aðeins að byrja að segja ykkur frá hvernig við ákváðum að nálgast þetta vegna þess að eins og ég mannafyrstur að benda á þá ég ekki sérfræðingur í menntamálum. Minn bakgrunnur hins vegar greiningar og að gera úttektir á stórum og flóknum kerfum oft og ég átta mig á því að það varla til stærra og flóknara kerfi heldur en menntakerfið en hins vegar eigum við gríðarlega mikið af öflugu fólki sem að þekkir það vel þannig að það var bara ákveðið að frá fyrstu metrunum að reyna að teygja sig til sem flestra og tala við þá sem hafa sérstaklega látið sig þessa áskorun varða og þekkja menntakerfið og hafa komið að því einni annari mynd og þetta alveg ótrúlegur hópur af fólki. Við tókum samtals 112 viðtöl við 104 meðmælendur og eins og ég sjá hérna á listanum að ég ákvað nú að nafngreina ekki alla því að það hefur verið margar blaðsíður en langflest viðtölin eru við kennara og þá sem í skóla umhverfinu 57 viðtöl voru tekin við þann hóp og ég verð að fá að segja aðeins áður en við bara lengra komið að það var alveg magnað að eiga þessi viðtöl og tala við kennara sem út all land, ég fekk að fá innsýn inn í skólastarf út all land og ég bara fyllist orðið svona lotningu gagnvart þessu starfi sem kennarastarfi en þess að það að breyta svo hratt og kennararnir bara sýndu mér það
bæði þegar kemur að kröfum á starfið, eftirfylgni, flækjustigin í skólastofunni, vaxandi fjöldi bara greininga og nýrra þarfa hjá börnunum og fjölbreyttara landslag, vaxandi fjöldi barna sem hefur ekki íslenska móðumáli og tækni áskoranir og það gríðarlega margt sem undir í þessu sem var mjög gott og auðmýkjandi að fá svona innsýn inn í til að skilja betur. Ég trúi því líka að eftir að hafa séð þetta og á mörgum stöðum á Íslandi svo því sé nú haldið til haga að því að fyrsti parturinn af þessari yfirferð verður mjög dapurlegur, verið að gera hlutina mjög vel og þá sér maður hvað skiptir miklu máli ef að aðhald og utanumhald utanum kennarastéttina sérstaklega gott og þau fá verkfærin sem þau þurfa til þess að sinna starfinu sinu vel og fá að nota tíma sinn í að kenna, að þá hægt að ná alveg ótrúlegum árangri. En ég ætla nú ekki að ílengja það mikið meira, við fórum líka yfir 37 gagnabanka og skýrslur, bæði innlendar og erlendar og lásum 8 bækur og greinar og ég ætla bara svona rétt að sýna ykkur hvað það þið getið skoða þetta betur í skýrslunni. En vindum okkur þá bara beint í hver staða drengja í íslensku menntakerfi. Og við ætlum að fylgja núna bara ímynduðum dreng, ef þið þekki einhvern dreng sem 6 ára, þá getið þið séð hann fyrir ykkur núna í hugunum. Hvað líklegt að mæti honum, svona miðað við meðaltalsmælingarna sem við erum í dag að fá í íslensku menntakerfi? Staðan þannig að, og við byrjum bara því sem kannski flesti þekkja, að við útskrifustu grunnskóla gæta orðið 1 af hverjum 2 strákum sem að lesa sér ekki til gagns eða það að segja ná ekki grunnhæfnisviðmiðum í lesfimi samkvæmt PISA 2022 mælingunum og þetta nú þekkt stærð en ef við komum svona aðeins lengra ofan í hvað það þýðir að þá þetta 47% drengja, þetta enda líka orðið 32% stúlkna, það var orðið hrun hjá báðum kynjum í þessu, strákarnir þó ívið meira en þetta tvöföldun hjá drengjónum bara síðan 2009. Það rosalega hratt fallið þarna. Það annað sem áhugavert, það Ísland sker sig svolítið úr varðandi slæmarmælingar hjá strákum sérstaklega og við erum að hærra hlutfall af drengjum í lægri hæfnisviðmiðum heldur en í öðrum löndum. Og svo erum við líka með sérstaklega lágt hlutfall drengja sem eru með afburðarhæfni. Það einungis 2% íslenska drengja sem með afburðarhæfni í lesskilningi, á meðan meðaltal Norðurlandanna 7%. Þetta 3,5 sinnum lægra. Staðan aðeins betri en þó lítið eitt þar í hinum greinunum, stærðfræðalæsi og náttúruvísindalæsi. Þar 1 af hverjum 3 strákum sem ekki grunnhæfninni. Og hvað þýðir það? Þetta eru 35% sem ná ekki grunnhæfni í stærðfræðalæsi og 39% í náttúruvísindum og það sama mynd þar. Við erum með mjög lágt hlutfall líka sem nær afburðarhæfni í þessum greinum. Síðan bara líkurnar á því að komast lengra í námi. Við erum í dag með það dapurlega met að drengir eru ólíklegastir af öllum þróuðum ríkjum í veröldinni að komast í lengra nám á Íslandi. Við eigum það met. Við erum eitt mesta brottfall og framhaldsskólum á Vesturlöndum sem 40% þar í stúlkum. Það bara 1/3 nema núna sem að innræta sig inn í háskólana eða í háskólanum drengir réttrúmlega. Árið 2020 var helmingur kvenna með háskólamenntun en einungis 1/3 kalla og það að draga á milli þarna. Og árið 2022 hlutfall 25-34 ára kalla með grunnskólapróf sem hæsta menntunarstig 31% sem 2-falt hærra en í OECD-löndunum sem svona löndin sem við berum okkur oftast saman við. Samfélagsleg kostnaðurinn af þessu náttúrulega gríðalegur og í rauninni ekki tækt að ná utan það en mér finnst rosalega flott hvernig grunnskólastjórinn eða aðstoðarskólastjórinn í grunnskóla Vestmanni orðaði þetta. Hann segir þú ert aldrei hamingjusamur en þitt vansalasta barn. Það svolítið gott að hafa það í huga þegar maður veltir þessum tölum fyrir sér út af því að það má áætla að bara lesvandinn einn og sér að hafa áhrif á 8-12.000 fjölskyldur á Íslandi á hverjum einasta tímapunkti. Þetta punktstaða, þannig að safnast upp. Samhliða þessum vanda drengja upp úr grunnskóla þá hefur verið mikil aukning á fjölda ungra karlmanna sem fer á mikla örorku og ungir karlmenn eru hraðast vaxandi örorku þegar hópurinn og við erum að tala yfir 75% örorku. Frá 2002 til 2022 þá jókst hlutfall karlmanna á aldrinum 18 til 29 ára, þetta á að vera okkar heilbrigðasta fólk, á 75% örorku 74%. Líklega snerta vandamálin sem við förum yfir þessari skýrslu á hverjum einasta tímapunkti í íslensku samfélagi 8 til 20.000 fjölskyldur. Þetta eitt af okkar stærstu samfélagsmeinum, eiginlega alveg sama hvernig það mælt.
ótrúlega leiðilega og erfiða við að fara í gegnum þetta allt að við erum því miður ennþá að mestu á niðurleið í næstum því öllu sem við skoðum. Í nær öllu mælikvörðum. Þá var botninum virðist ekki vera náð. Nýjustu tölu þegar kemur að afstöðu, skólaleiða, áhugaleysi, lestrarskori, tungumálaháskólanum eða vinnufriði eru þær verstu sem hafa mælst og ekki margt sem gefur til kynna að þær séu að batna. Það hefur þess vegna aldrei verið eins áríðandi að stilla til sóknar eins og núna. En af hverju þetta svona? Það eitt að mæla hlutina og eitt að sjá einhverja endapunkta, en hvers vegna þessi þróun á Íslandi? Því ber að halda til haga að í öllum vestrænum ríkjum staða drengja yfirleitt verri en stúlkna, sérstaklega kemur að tungumáli, þannig ekki regla með svona starffrá raungreininnar, og strákarnir eru með lægri innritunarhlutfall í háskóla og svo framvegis, en Ísland bara algjört frávik. Bandaríkjaþing núna að ræða inngrip og setja mögulega kynjakvóta í háskóla í Bandaríkjunum út af hlutföllunum sem þau hafa í háskóla þar, sem eru hlutföllir sem Ísland hafði 1999. Við erum bara frávik og við erum því miður í dag með það heimsmet eða það Evrópumet að vera með mest kynja ójafnrétti í menntakerfinu. En af hverju þetta svona? Ég ákvað að búa til eina svona ofurglæru sem að förum yfir hvað eru svona lykilbreyturnar, líklegar lykilbreytur í þessu ferðalagi hjá drengjunum. Og það byrjar snemma, og því að drengir byrjast mjög snemma að mælast í miklu meirihluta barna með málþroskaáskoranir. Ísland á alveg frábært kerfi og utanumhald í að nema málþroska barna og við gerum það fyrir öll börn 3, 4, 5 ára. Það eiginlega ekkert íslenskt barn sem fær ekki svona mælingar. Þar eru drengirnir það bæði að aukast mjög hratt málþroska frávikinn, það að segja að vera fyrir neðan meðaltal í skori, og drengirnir eru mikill meirihluti af þeim. Það var erfitt að fá gögn yfir allt landi að þetta geymt í mismunandi sveitarfélögum. Ég veit örugglega mánuði alltaf þetta uppi. Ég fékk svona í trúnaði og ekki trúnaði að sjá ýmis gögn. Þetta 60–80% í öllum sveitarfélögum, það sem eru drengirnir að mælast í þessum áskorunum. Og ég set núna heimildina hérna með bara beint fyrir neðan, ef einhverju áhuga á því. Í 4. bekk í grunnskóla síðan bara komin áberandi munur á kynjónum í tungumálagetu, og frá með 4. bekk þá dregur stanslaust í sundur á milli kynjana. Strákarnir eru með lélegri einkunnir og lélegri árangur en stúlkurnar í 4. bekk. Í 7. bekk eru stelpurnar konur með betri árangur en strákarnir ennþá verri árangur. 10. bekk eru stelpurnar ennþá með meiri árangur, strákarnir verri árangur. Þannig að árangur þeirra lækkar og lækkar eftir því sem fara lengur í gegnum skólakerfið, árangur stúlkunum eykst og eykst. Og ég var bara skal vera fyrstur að viðurkenna það, ég hefði ekki hugmynd hvað tungumálið ótrúlega stór breyta í þessu. Og það svo margt sem ég ekki tala en mér langar bara, það var eiginlega engin kennari sem hafði ekki orð á því að lýsa þessu svona, sérstaklega kennarar mikla reynslu, þessu, það bara eitthvað gerst síðustu 5–10 árin. Að í svona 4. og 5. bekk, þá eru bara rosalega mikið af börnum komin í vandræði með að tjá sig og eru farin að halla sig mikið á ensku, sérstaklega strákarnir, þar sem að þeir vilja nota enskuna meira en íslenskuna og fólk hafði mismunandi skoðanir á hverju það væri, ef mikið YouTube áhorf eða hvað sem það kunna vera, en ég veit ekki hver ástæðan fyrir því, en þetta raunheimur sem kennararnir lýsa. Svo byrjaði að halla sig meira á enskuna, þetta meira strákavandamál en stúlkavandamál, en ekki eins góður í ensku og þeir telja þeir séu. Og að þér hafa ekki grunn í íslenskunni, þá enskan ekki heldur góð. Og svo heldur þessi mynd áfram upp í 10. bekk upp í framhaldsskóla. Og í framhaldsskólanum, þegar ég spurði framhaldsskólakennarana og skólastjórana, akkur á Ísland Evrópumet í brottfalli, þá fyrsta svar eiginlega alltaf lágt sjálfstraust sem kemur rosalega mikið frá því að þeir eiga erfitt með að tjá sig, bæði að aðrir skilja þá og að þeir skilji leiðbeiningarna sem þeir fá. Þess vegna held ég að við verðum að byrja þarna. Ég held að þetta sé byrjun á vandamálinu sem allavega mjög auðmælanleg, hún kemur mjög sterklega í ljós. Í gegnum alla grunnskólagönguna virðist síðan hreyfiþörf drengja oft illa mætt. Þetta ólíkt eftir svæðum og skólum, en tjáning drengja bara oftar líkamleg. Og mikill meirihluti barna sem lendir utan kerfisins á Íslandi eru drengir, mikill meirihluti. Og þessu bara lýst af kennurum ítrekkað á svipaðan hátt. Ef að strákur skilur ekki eitthvað, gengur illa, byrjar að dragast aftur úr, þá mjög ólíklegt að hann segi þeirra. Hann mun hins vegar byrja að vera með læti í tíma, að vilja sparka í félagana, að hrinda hlutum, og þarna aftur held ég að það þarf svona
bara almenna vitundavakningu gagnvart í að þetta bara mikill kynjamunur. Allir kennararnir töluðu hvað mikill kynjamunur gagnvart þessu. Stelpur sem ströggla, þær geta yfirleitt tjáða betur í máli, frekar en kannski að berja frá sér, en þær halda áfram samt að standa sig vel í námi eða allan að reyna og það fara meira á samviskunni. Það þýðir svo sannarlega ekki að það sé gott að þær ströggli, en þær detti ekki eins mikið í vanvirkni, virðist vera eins og drengirnir. Foreldrar skilja síðan illa hvernig þeir geta hjálpa drengjunum sínum að ná árangri í námi þar sem markmið og leiðbeiningar eru oft óljós. Og ein ítarlegasta og flottasta skýrslan sem ég fann, ég skoði mikið af skýrslum, og skýrsla unnin af MMS, gömlu menntamálastofnunin hérna hitti fyrra, sem að 5.000 manns voru í úrtaki sem var rannsakað svona áhrif á matsferil og hvernig það virkar inn í til dæmis heimanám barna og hvernig börn ná árangri. Og það var mikið talað það í þeirri skýrslu að foreldrar vilja hjálpa börnunum sínum. Þetta var líka sem foreldrar sögðu mig. Ég er alveg til í að setja klukkutíma á kvöldi að hjálpa stráknum mínum, ekki spurning. Ég veit bara ekki hvernig ég á að hjálpa honum. Og að því ég skil ekki mælikvarðana og ég fæ heim upplýsingar á góðri leið, þá veit ég ekki hvað ég á að vinna með góðri leið. Algengasta svarið frá foreldrum þegar ég spurði stöðun í menntakerfinu, langalgengasta, fyrsta sem allir foreldrar fóru að tala var: hvað þýðir á góðri leið? En þetta hópur af fólki, vissulega ekki foreldrar allra barna, en ef ég ætti að giska, þetta einhvers staðar á milli 70-80% foreldra sem í dag að einhverju leyti, líklega nokkuð stóru leyti, svona óvirk auðlind, eða sem hægt að virkja betur. Drengir munu síðan hafa fáar karlkyns fyrirmyndir í náminu sínu. Minna en 2 af 10 kennurum drengs eru karlmenn að meðaltali, þetta 17,9%. Ég veit ekki hvað þetta þýðir, en það voru eiginlega kvenkennararnir sem mest ýttu þessari staðreynd að mér og sögðu að karlkennarar eiga oft auðveldara með að útskýra fyrir drengjunum okkur að skiptir máli að læra og geta kveikt á svona jafningjasamtali þú þarft að vera góður að lesa vegna þess. En þessi tala hérna, ég ætla ekki að hafa henni í skýrslunni, en það voru, eins og ég segi, voru kvenkennararnir ýtt á mig. Þetta skiptir máli, það þarf að fjölga karlmönnum. Og það að fjölga jákvæðum fyrirmyndum í námi fyrir drengi. Á unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskóla upplifir 3/4 drengja að þeir fá ekki áskorun með færni. Drengir eru 3-falt líklegri til að upplifa að námið sé of létt. Þeir eru líka margfalt líklegri til að upplifa að námið sé of erfitt. Þeir eru meira á jöðrunum. Nær 15 á unglingastigi upplifir nám sitt tilgangslaust og 38,5% leiðist nám sitt og vantar vinnu fyrir í kennslustofum. 38,5% barna í 7. og 10. bekk telja að sé hávaði og óróleiki í flestum með öllum kennslustundum. Og við útskriftu grunnskóla, eins og við fórum yfir án, býr 47% drengja ekki yfir grunnhæfni í lesskilning, stúlkur mælast ávallt þar í lesfimi og innri áhugahvöt gagnvart lestri mælist lægri hjá drengjum og það búið að vinna bara nokkrar mjög flottar íslenskar rannsóknir á af hverju eru drengir svona ofta eftir stúlkum. Aðal niðurstaðan eiginlega alltaf sú: ef það tekst að virkja innri áhugahvöt drengja til lesturs, þá yfirleitt ekki mikið vesen á drengjum í lestrarnámi sínu. Þetta eina af stóru breytunum og það að segja eina af stóru breytunum varðandi kynjamunin. 27% allra drengja í framhaldsskóla segir síðan ekki leggja nægilega rækt við nám sitt og eru þeir 2-falt líklegri til að detta úr námi á því stigi en stúlkur. Aðal orsökin fyrir þessu mikla brottfallsmun eru einkanir. Það var mjög flott skýrsla unnin fyrir 2 árum brottfall og framhaldsskólum og þar kom fram, það stendur hérna niðri, það ekki? 77,4% af brottfallsmun á milli kynja má útskýra með einkunnum. Það að segja, niðurstaðan í þessari skýrslu var, ef einkanir drengja væri á par við stúlku, þá myndi það útrýma 77,4% af kynjamuninum í brottfalli. En það kannski ekki skrítið einkanina síðan slærri með við þessar áskoranir sem við sjáum hann á undan. Og drengir hafa síðan lægsta innritunarhlutfall í háskóla í OECD. Þetta erfið staða, þannig að stóru orsakirnar skiptast í rauninni í 3 flokka. Menntakerfi áoft erfitt með að veita drengjum stuðning og umhverfi sem mæti þeirra þörfum og það eru þá þessi punktar hérna sem við vorum að fara yfir. Drengjum leiðist fremur í námi, vantar skýrari tilgang og fjölbreyttar áskoranir til að efla virkni og námsárangur. Ég held að vera allir kennarar, allir mögulega nema einn, sem að aðspurðir hvað þyrftirðu til þess að geta virkjað drengi betur. Nefndu bara allir, fjölbreyttari námsefni og prófabanka sem hægt að leggja fyrir með mismunandi þyngdarstigi. Og það væri gríðarlegur skortur á þessu. Og það passa líka við það að þeim leiðist, auðvitað leiðist þeirra með eitthvað sem alltaf þungt, alltaf létt fyrir þig. En meðal kennarinn bara í þeirri stöðu að hann með þannig 3 stráka í bekknum sem með alltaf þungt námsefni og 1 sem alltaf létt.
Ef hann ætlar að aðlaga það sjálfur, þá er mjög líklegt að hann þurfi bara að búa til það námsefni sjálfur. Þetta er óásættileg staða sjálfsögðu. Og þriðja stóra niðurstaðan er drengir þurfa meiri tungumálsstuðning. Og ég held í rauninni að það sé grunnurinn að þessu öllu. Ef við köfum honi, því við höfum ekki tíma til að fara á þetta allt í smáatriðum, við tökum bara eina niðurstöðu út fyrir sviga, sem er þessi að stór hluti drengja fær ekki þann stuðning að það einhver sem mætir þörfu þeirra og að þeir séu meiri hluta þeirra sem lenda utan skólakjörsins. Hvað þýðir það? Sko, á mjög margir sem tölum þetta, drengir þurfa alveg jafn mikla ást, snertingu, vera séðir í sínum styrkleikum eins og stúlku. En rauðu þráður í öllum viðtölum birtist einnig líka margvíslegan hátt í mælingum er að drengir tjá vanlíðan og vanmátt síður í gegnum orð og meira með hætti sem skólakerfi mætir gjarnan með ófullnægjandi hætti eða jafnvel hörku. Drengir eigi miklu mæli erfiðara með hefðbundna bóknámskennslu og drengjum síður mætt á þeirra forsendu til námstjáningar og velíðan eins og til dæmis þörf þeirra til hreyfingar. Hvernig er þessu lýst? Strákandi sjálfir tala mikið þetta. Strákum finnst erfiðara að biðja hjálp heldur en stelpum. Það gæti verið vegna skammar að viðurkenna að þeir geti ekki eitthvað. Þetta var samtal við hóp 15-17 ára drengja á höfuðborgarsvæðinu. Hvort sem þessi fullyrðing er rétt eða ekki, þá er þetta upplifun þeirra og kom fram í fleiri mælingum. Í langflestum tilfellum er talsverður meirihluti barna sem dragast langt aftur úr eða eru álitin vera til sífelldra vandræða eða eru tekin út úr kerfinu hreinlega, drengir. Og það voru nokkrir sem orðuðu þetta vel í þessum viðtölum. Hérna er Íris Róberts, bæjarstjóri Vestmanni og fyrrum kennari. Staða drengi í dag hefur ekkert með drenginn að gera. Hún hefur með kerfið að gera á aðstæðuna sem við sköpum. Valdimar Heiðar Valsson, skólastjóri Hlíðaskóla, sem er sérskóli með ja-tilfelli, þar sem að 95% nemendur eru drengir og ég myndi vilja geta sett þennan mann á flöskur og selt þvílíkur móli. Hann segir ég hef haft svo marga drengi sem hafa strögglað í mörg ár og líta á sig sem vonleysingja. Margir þróast í það átt að í stað þess að ströggla áfram þá farið það bara fullt í það hlutverk að vera sátt í sauðurinn og það er búið að segja það svo mikið við þá. Og öll skilaboð út í kosmos í menntakjörunni er að það þykir ekki cool að vera strákur. Þriðjungur allra viðmælenda kom með einhvers konar sambærilega fullyrðingu. Að það þykir ekki cool að vera strákur. Við ráðum ekkert yfir þessu. Þetta er alveg ótrúlega dapurlegt ef að það er einhvern veginn staðan. Og ekki bara hér er ekki verið að meina að kennarinn sendi þau skilaboð. Það er bara svona almennt í samfélaginu er afstaða foreldra og okkar allra til að strákar séu duglegir í skóla og svona einhvern veginn bara það er ekki cool að strákar séu þar. Það er stóra áskorun að vera kennari, bæði stúlkna og drengja. Drengir þurfa mikla ást og umhyggju, þeir þurfa faðmlag og svona einstaklingssamtöl og þjónustu. Þeir þurfa þetta jafn mikið á stelpunar en það er minna viðurkennt og við sem samfélag mætum þessu verð. Þetta er bara samfélagsáskorun. Hvernig koma krakkarnir í skólan þegar þeir eru 6 ára? Margir strákar eru spenntir að koma í skólan og margir vilja leika sér eins og ég gerði í leikskólanum. Margir strákar hafa sagt við mig þegar þeir eru komnir á seinna önn í fyrsta bekk að þeir myndu bara vilja fara aftur í leikskólan því þar var aldrei verið að skamma þá. Þetta er Hafsteinn Karlsson sem er með 36 ára reynslu og sem skólastjóri í 3 grunnskólum. Þannig að, hér ætla ég að hætta? Nei, nú skulum við skoða, er ekki hægt að gera eitthvað? Og ég ætla aftur að núna taka svolítið tíma í að við teiknum upp sambærilegt ferðalag og átakalega klæran áðan, nema núna myndum hugsa hvað ef að við myndum ná að gera vel í þessum skrefum sem eru núna er áskorun fyrir drengina. Það gæti litið svona út. Öll börn eru gripin í málþroska skimunum á leikskólaaldri og fá í kjölfari inngrip og stuðning sem komum aftur upp í hæfniviðmið. Allir talmeinafræðingar og þroska sérfræðingar sem tala við þessu, þú getur komið barni sem er 1-2 staðalfrávikum í þroska málþroska á þessum aldri upp í meðaltal á kannski 4-6 vikum með inngrip sem kostar kannski 100-150 skall. Ef þú ætlar að grípa sama barn 15-16 ára, það er bara 20 milljóna margra ára verkefni. Öll börn fá kennslu, markmið, áhugadrifin námsefni og stuðning til að vera fullæs í öðrum bekk og með góðan árangur og lesskilning við lok 5. bekkjar. Raunhaft markmið hér er 95%. Ég skoðaði út um allan heim. Hvað eru markmiðin og hvað er raunhaft? Er einhverjar hindranir? Það er eiginlega alltaf talað 95-98% sé raunhaft markmið og það eru til skólar sem að ná því út í heimi. Öll börn fá ríkuleg tækifæri gegnum skóladaginn til að hreyfa sig í skapandi starfi og leik og hreyfing getur verið hluti af nám þeirra einbeitingarferli. Börn alltaf fá að hreyfa sig í skólanum en það er víða þannig að það er í rauninni ekki viðurkennt sem partur af einbeitingarferli eða partur af því að bara geta liðið vel og geta hugsað að þú þarf kannski að hreyfa þig meðfram bóknáminu. En aftur hér, þetta er mjög ólíkt á milli skóla. Sumir kennarar eru með þetta alveg upp á 10 og lýstu fyrir mig hvernig setja teygjur á borðin hjá strákunum þannig geta hreyft lappirnar og leyfa maður hlaupa hring í kringu skólan rétt fyrir starffræðatímana. En
það til ótrúlega djúpur rannsóknargrunnur sem sýnir bara að þetta hollt fyrir alla og meðaltalið cirka 10 mínútur per klukkutíma þarf maður að fá að hreyfa sig að lágmarki. Öll börn fá að minnsta kosti mánaðarlega að fá kennara sem ber ábyrgð þeirra vegferð, áhugahvetjandi samtali með virka hlustun, kennarans að leiðarljósi innan þess ramma efla markmiðasetningu þeirra, árangur og veljan í náminu. Stuðningsnetið virkja betur og hér það sérstaklega foreldrarnir. Fleiri góðar karlfyrirmyndir hefja kennslu og meðaldrengur getur átt vona því að minnsta kosti 3 kennaras í karlmaður. Öll börn og kennarar hafa aðgang að fjölbreyttara námsefni sem til að mynda getur virkað innir áhugakvöld fleiri nemanda. Þetta myndi ég halda svona með 2 eða 3 í áskorunarröðinni hjá okkur sem alveg ótrúlega skortur á Íslandi og við höfum bara getað byrjað strax að vinna í. Með betri vælingum og verkfærum hægt að grípa skilvirkar inn í og færa öllum börnum áskorunni með færni. Þetta ég algjörlega samfærir og sumir skólar og kennarar að gera mjög vel og þá sér maður munin. Þar ekki kynjamunur í árangri. Skýr markmiðarammi, betri kennslutæki og hreyfi þau betur mætt. Það myndi stuðla að betri vinnu fyrir kennslustundum. Við köfum aðeins svona í þessa holu. Og skipulögð málörfun í samstarfi við heimilið, skapandi skrif og áhugadrifin tungumálaverkefni stuðla því að 90% barna getur útskrifast með fullan lesskilning og góða færni í tungumálinu. Þetta eru algjörlega raunhæf markmið. Yfir 90% barna komast þá í framhaldsskólaaldri með góða færni í tungumáli og hafa fundið sína leið að innri áhugakvöld og góða virkni í námsferðalaginu sínu. Og það vonandi gæti þá leitt til þess að árangur drengja og náttúrulega allra í skólakjörunni eykst, brottfall úr framhaldsskóla lækkar niður fyrir 20% og innritunarhlutfall í háskóla fyrir meðaltal OECD. Árangur allra. Af því að það má alveg líka segja það að stúlkurnar þjást ekkert síður fyrir það að strákarnir ekki að finna sig þannig að þeir fara í mikla truflun og taka tíma kennarans og það eru drengir sem að gera meira af því. Þannig að hér eru 8 tillögur að bjartri framtíð drengja í skólakjörunu og við getum ekki farið djúpt ofan í þetta hér, ég hvet ykkur til að grípa skýrslu á leiðin út, en það númer 1 að viðurkenna mikilvægi tilgangs, virkni, árangurs hvers barns í menntun sinni og mótun mælikvarða til gæða viðmiðunar. Þetta einhverju leyti til, einhverju leyti fara í gang, en það mikill skortur. Eflum framleiðslu og aðgang að fjölbreyttara námsefni. Það gríðarlega mikill skortur hér. Styrkjum kennarastéttina. Þetta sá liður sem eru flestar aðgerðir og 8 aðgerðir undir þessum lið og kennurum okkar vantar meira stuðning frá okkur öllum. Við foreldrarnir þurfum að hjálpa þeim, ríkið þarf að hjálpa þeim, þeim vantar verkfæri, þeim vantar tíma, frábært samtal við Magnús Þór, formann kennarasambandsins, hann var ítrekað bendamál, hann sagði Tryggvi, margt mjög fróðlegt og gott orð og skoðið svona vel, en ég meina meðan kennara á að vera með 25 manna bekk og 3-4 börnum að meðaltali tala ekki íslensku, ég meina hvað heldur þessi hægt að ná í árangri. Auðvitað þarf þetta að vera partur af myndinni og skilja og það ekki hægt að ætlast til að kennara leysa þetta bara ef við færum þeim ekki umhverfið og verkfærin sem þeir þurfa. Eflum málþroska, málskilningu og innri áhugakvöld til lesturs og öllum stigum. Eflum hreyfingu sem skipulagðri hlut á skóladeginum. Hjálpum foreldrum með skýr markmið, þjálfun og verkfæri svo ég geti veitt betri stuðningu í nám og velferð barna sinna og tekið aukna ábyrgð. Mín tillaga, ef ég fengi að ráða svolítið, ég myndi segja foreldrinni þarf að mæta mánaðarlega og útskýra hvernig hann hjálpaði barninu sínu að lesa það með heimavuna. Bara setja smá ábyrgð á foreldrin. Styðjum einstaka sveitarfélög og skóla til að sækja fram og koma með sína lausnir. Það fullt af sveitarfélögum og skólum sem eru í startstöðunum og eru til að hlaupa og með held ég smá ramma frá stjórnvöldum og stuðning hægt bara að fara mjög hratt og líka bara margir farnir af stað eins og þið þekkið betur en ég. Styðjum verkefni sem að gefa góða raun og eða sína mælanlegan árangur. Nú ætla ég að fara slaufa þessu en bara svo þið áttu ykkur á hvernig það virkar og það ætla ég að taka eina tillöguna aðeins að sýna ykkur hvernig það virkar. Þetta tillaga 4, eflum málþroska, málskilningu og innri áhugakvöld til lesturs. Hér leggjum við til aðgerðir, útskýrum ástæðurnar og tíundum álit sem að tengjast þessu. Fyrsta aðgerðin setjum í forgang að öll börn séu fulllæs í lok 2. bekkjar og nái góðum árangri í lesskilningi á flóknari texta við lok 5. bekkjar. Svona meðaltali eru kennararnir sammálum að þetta bara raunhæft og gott markmið. Notum skimunartæki tungumálagetu snemma þar sem öll börn fá inngrip sem koma þeim aftur upp í grunnviðmið innan 6 mánaða. Ég held við höfum að setja metnaðarfull markmið en þeim á þá líka fylgja peningur og stuðningur svo að sé hægt að ná þeim. Notum kennsluaðferðir sem ýta undir áhugakvöld til lesturs, virkjum innri áhugakvöld til lestur skipulega, eflum skapandi skrif og virkjum list og nýsköpun með tungumál. Setjum skýr markmið málskilning sem reglulega prófaður, aukum fræðslu til foreldra og barna mikilvægi þess að veita tíma og tækifæri til lesturs og annarri miðlanotkun sem sett mörk í samræmi við aldur og þroska. Fjölgum talmeinafræðingum og útrýmum biðlistum eftir stuðning með málþroska áskoranir
og skýr markmið sem hefjast snemma, studd greiningum og skimunum á leikskólaaldri og skipulagt inngrip í kjölfarið sem síðan fylgt eftir með aðhaldi og sem stuðlar að málörfun og auknum skilningi, það eflir skólagönguna og leggur grunn að eiginlega öllum hinum áskorunum. Ástæðurnar eru búin að fara bara nokkuð vel yfir og álitin ég ætla að fá aðeins að vitni hana Ásthildi Snorradóttir ákvað hressandi að tala á hana, hún talmeinafræðingur, hún sagði stór hluti af ástæðunni fyrir því að stór hluti drengja ekki vel læs er að þeir fá ekki nægilegan stuðning þegar þeir eru ungir. Allar rannsóknir sýna að ef málþroskinn er í ólagi þá getur ekki lært eðlilega, eignast vini og þá flosnar þú upp úr skóla. Og þetta líka úr skýrslu menntamálaráðherra læsi sem kom út í fyrra, hún mjög góð og þetta verið að tala munin og hvernig hann eykst. Og svo hún eftir, ég ætla ekki að fara yfir þetta, en hérna síðan neðar í skýrslunni ef einhver vill alveg fara í nördahaminn og rýna betur í þetta, þá eru tilvísanir inn í fleiri rannsóknir og hvaðan það kemur og það sem verið að leggja til svona tillögur. Og já, við skulum bara stökkva í það núna, en þetta bara svona, svo ég kenni ykkur aðeins að lesa skýrsluna, það sem sagt framalega eru áskorunar, svo koma tillögurnar og það hans tíundar, en svo getið þið farið niðar og fengið meiri svona kontekst á þær. Þannig að nú held ég að við höfum að horfa til framtíðar. Hjálpum drengjum okkar að finna styrkleikana sína og áhugasvið, eflum sjálfstraust þeirra, hvetjum þá til að vera virkir þáttakendur í samfélaginu. Við erum í dag ekki að ná því besta á mannauði drengjan okkar, það bara staðreynd, en það mikill samhugur hjá öllum að snúa vörn í sókn. Við erum í vörn núna, snúum þessu í sókn. Og það einlæg trú mín að það hægt að ná miklum, skilvirkum og sannreynanlegum árangri bæði til skams og lengri tíma þegar kemur að líðan virkni og árangri drengja í íslensku menntakerfi. Þannig að núna hvet ég ykkur til, í séna inni eru kennarar, prófessorar, fjárfestar, fyrirtækjaeigendur, foreldrar, ráðherrar, forstjórar, sálfræðingar, þetta er engin smá hópur sem inni. Það eru 27 aðgerðir í þessu plaggi. Þið, ef þið viljið leggja ykkar vikt í þetta, þá getið þið fundið eitthvað sem þið getið gert sem foreldri, sem fjárfesti, sem kennari, sem skólastjórnandi, sem bæjarstjóri. Finnið þið ykkar stað og við erum að reyna að byggja ramma svo við getum farið á stað í þetta sem samfélag til þess að virkja auðinn í drengjanum okkar. Takk fyrir. Ég ætla þá að bjóða hana Áslaugu Örnu, háskólamálaráðherra á svið og þakka fyrir mig. Já, takk kærlega fyrir, takk Tryggvi. Ég held að við séum öll bæði af einum fyrirlestri og stöðu á þessari skýrslu sem hefði auðvitað geta verið talsvert lengri en ég vona að sem flestir kynna sér. Að honum tókst bæði að sjokkra okkur aðeins en líka blása okkur svona von í brjóst að við erum saman í að leita að sóknartækifærum og hvernig við getum saman gert betur. Ég ætla ekki að hafa þetta langt, mér langar aðalega að segja að ég hef óbilandi trú á því að það gríðarlega mikilvægt fyrir Ísland að menntamálin komist framar í forgangsröðun umræðu á Íslandi. Menntamálin hafa í gegnum tíðina og eru einhvern veginn oft skilgreind sem einhvers konar mjúkt mál sem þarf ekki að ræða, áhelst ekki að vera ágreiningur og komast ekki í alvöru umræðu nema svona þegar einhverjar sjokkrandi staðreyndir liggja fyrir. Ætli þessi skýrsla veki ekki athygli fjölmiðla í nokkra daga eins og þegar við fáum niðurstöður úr PISA eða annað, en svo ekki nægilega virk umræða menntamál sem algjör forsenda fyrir því að við saman náum meiri árangri og getum laðað fram og breytt menntakerfinu til hins betra saman. Og það mjög mikilvægt eins og Tryggvi hefur gert gríðarlega vel að greina vandann. Það getur verið erfitt og fólk getur verið ósammála einhver atriði í því. En til þess að stilla til sóknar þá þurfum við að skilja vandann, við þurfum að skilja stöðuna, tala út frá gögnum og átta okkur síðan á því að það eru gríðarleg tækifæri og að markmiðin að ná árangri og markmiðin sem Tryggvi til dæmis setur hér fram
eru ekki óraunhæf. Ísland hefur sýnt það verandi frekar lítið land með hámarkmið að við komum þjóðum heims á óvart með árangur okkar víða. Það eigum við líka að stefna að í menntakerfinu okkar. Það gerum við víða, við höfum einstök tækifæri og tól til þess, en við getum gert betur. Og þetta ekki heldur átak, þetta greinargóð vinna stöðuna og eins og bent á að þá erum við og Tryggvi búin að vinna hér með gögn og staðreyndir og ég held að kerfið, eins og ég hef stundum sagt að við höfum ekki að kenna strákunum þessa stöðu, heldur að beita okkur á kerfinu, en kerfið hefur líka kannski einhver leyti brugðist kennurum. Og skólarnir eru fullir af fagfólki, ótrúlega öflugum kennurum all land sem að gera sitt besta á hverjum degi og einhvern veginn bunkast bara upp áskoranirnar og nýju verkefnin í sífellu á þess að við finnum svörin og leiðum samtalið það hvernig við getum öll gert betur þannig að kerfið styðji betur við kennarastéttina til þess að ná meiri árangri. Og það líka breytingar sem hafa áhrif á það hvernig kerfið eru. Það eru örar samfélagsbreytingar, breytingar á Íslandi, breytingar á samfélaginu okkar, hvort sem lítum til tæknibreytinga eða innflytjenda. Við þurfum að taka þetta með inn og segja við höfum bara svolítið haldið áfram og það eru bara allir á hjólunum og maður skilur það og það búið að vera ótrúlega vel gert en kerfið má ekki bregðast kennurum til þess að ná betri árangri. Og ég held að það sé, og það algjörlega samfellt að við styðjum börn með því að styðja kennara. Og við sjáum það að við erum til dæmis að sjá allt og fáa nemendur karlkynsnemendur koma inn í háskólann. Og það kom mér smá óvart þegar ég kem inn í háskólaráðuneytið og að biðja gögn og tölur til að geta tekið ákvarðanir að við erum ekki að mennta mjög marga með við löndin sem við berum okkur saman við úr háskólum. En við erum að mennta öðruvísi og þegar maður skoða munin að þá liggur munurinn bara í drengjum. Við erum að mennta sambærilegt hlutfall af konum úr háskólum og löndin sem við berum okkur saman við en ekki drengjum. Og við náðum smá árangri, ætla ég að segja, í fyrra þegar við sáum 13% aukningu á umsóknum drengja í HÍ með átaki til þess að sýna að við lögðum áherslu líka á öðruvísi fyrirmyndir og mig langar að segja aðeins í lokin, fyrirmyndir skipta bara ótrúlega miklu máli. Hvort sem við horfum á grunnnám, iðnnám, háskólanám, það þarf að endurspegla fjölbreytileika samfélagsins, það fyrirmyndir sem þarna eru. Og fyrirmyndir þeirra sem fara í kennaranám, fara yfir höfuð í háskólanám, þurfa að vera jafn fjölbreyttar og samfélagið okkar svo að við náum til þeirra og fáum þau til að koma inn í nám. Og þá skiptir að mínu mati líka miklu máli að fólk sjái nær sér fyrirmyndir í atvinnulífinu sem eru fjölbreyttar og að það sé virkt samtal og verði ekki verkefnið stækkaðu framtíðina þar sem við fáum fólk til að koma inn í kennslustundir og segja frá sínu námi og starfi sem oftast mjög fjölbreytt og einstakt af því að við sjáum það á könnun drengja sem við gerðum fyrir átakið í fyrra að fá fleiri stráka í háskólanám að strákar halda stundum að þeir séu að fækka tækifærum sínum með því að velja sér nám en ekki fjölga þeim eins og stelpur sjá aukið nám. Og þessu verðum við að breyta af því að nám í dag bara að bæta við sig hæfni en ekki að velja sér starfstitil lengur. Þannig að lokum að þá langar mig bara að þakka kærlega Ásmundi menntamálaráðherra fyrir þetta samstarf og þessa vinnu með Tryggva og Tryggva fyrir að leggja þessa vinnu á sig að gera og búa til svona góða greiningu og ég vona innilega og hlakka til að vinna út frá þessum gögnum af því að ég held að
allan þann mannuð sem við höfum í menntamálunum sem og allan þann mannuð sem við höfum, sem ég veit að hefur brennandi áhuga á menntamálunum, að með þessu fólki þá getum við breytt heiminum. Takk fyrir. Mennta- og barnamálaráðherra og háskóla, vísinda, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Takk kærlega fyrir að fá að vera með ykkur hér í dag. En áður en að ég byrja, langar mig að segja ykkur örlitla sögu úr skólastofu. Og það var þannig að það var kennari að kenna í svona 3. og 4. bekk og ætlaði að fara að kenna sjávarútveg og spyr nemendur hvort þið viti hvað sjávarútvegur sé. Og hann gefur svona smá tíma til að hugsa og einhverju 2 drengir fara eitthvað að tala saman og annar svona hvetur hann til að segja. Og hann er það ekki vegurinn sem er undir sjóin, göngin. Sjávarútvegur. Ég held að hljóta að vera skemmtilega starf í heimi að vera kennari. Hugsaðu ykkur bara, auðlindina. Þannig að börn eru svo stórkostleg og stundum bara líka gott að þegar við erum að tala þessi mikilvæga mál að muna bara eftir því hvað þau eru einlæg, saklaus og bara að reyna að finna út úr hlutunum. En mér langaði sem sagt hér þá bara rétt aðeins að segja ykkur frá því sem við erum að gera í nýrri stofnun. Og það vill svo skemmtilega til og ekki alveg tilviljun því að ég og Tryggvi erum búin að vera í nánu samstarfi eða samtali núna undanfarið að þetta er ótrúlega mikill samhljómur með því sem við erum að gera og með þeim tillögum sem að Tryggvi er að leggja fram. Þannig að, eins og komum við fram að þá tók miðstöðin til starfa núna 1. apríl og okkar megin hlutverk er að veita skólasamfélaginu markvissan og faglegan stuðning með því markmiði að öll börn fá að notið bestu mögulega menntunar og farsældar. Og það er ekki lítið verkefni, en við höfum því unnið hörðum höndum að því að móta aðgerðir og leiðir sem stuðla að bættum námsárangri á öllum skólastigum og með öll börn hef í grunnskólagöngu sína með traustan grunn í málþroska læsi og jafna þannig tækifæri þeirra til náms og í lífinu öllu. Og þetta er bara nákvæmlega að tala inn í þetta mikilvægi að fara með þetta strax. Að börnin komi inn í grunnskólan með þetta. Og aðgerðirnar eru mjög viðamiklar og felast meðal annars í markvissri eftirfylgd með stöðu og framvindu í námi og snemmtækri íhlutun, öflugri ráðgjöf og stuðningi við skólasamfélagið og stórfelldri aukningu á útgáfu námsefnis og auk þess að vera með inngildandi menntun, ekki auk þess, það er akkurat þetta sem inngildandi menntun er síðan. Þannig að, ég ætla aðeins að segja ykkur frá matsferlinum sem að ég held að sé nýtt tæki sem á eftir að reynast okkur gríðarlega vel. Og það er markviss eftirfylgd með stöðu og framvindunámu og þróun og innleiðingin á matsferlinum sem er eitt mikilvægt, þetta er bara gríðarlega mikilvægt verkefni sem okkur hefur verið falið. Það er þróun á þessu heildstæða matskerfi og við höfum gefið í nafni matsferill. Og matsferill er ætlað að draga upp heildstæða mynd af námslegri stöðu og framvindunemenda í gegnum skólagönguna og finna þau börn sem eru líkleg til að glíma við námsvanda síðar og hægt að veita því viðeigandi stuðning eins fljótt og kostur er. Og það fyrir kennara að hafa þessi tæki, þetta hefur ekki verið til áður. Og við erum bara sannfærið það að þessi tæki muni breyta öllu. Og markmiðið er að þetta bæði börnin eða nemendur, foreldrar og skólinn fái sem nákvæmasta mynd af því hvar áskoranir og styrkleikarnir liggja. Þannig getum við mætt börnu betur ef við vitum það. Svo hægt sé að aðlaga kennslu að þörfu þeirra eins og grípa inn í leið og framfæri láta á sig standa. Og matsferillinn mun ná vítt svið en í fyrstu verður lögð áhersla á málþroska, læsi og starffræði. Og við erum algjörlega til í að
fara í meira fljótt eftir því sem peningar berast til okkar. Þannig það ekki bara að tala, sko, það þarf að gera. Já, þannig að þetta verður auðvitað rafrænt og við erum núna að byggja upp nemendagrunn sem heitir Frigg, sem að mun halda utan þessu gögn, þannig að þau séu alltaf með barni, hvert sem að barnið fer þá innanlands og milli skólastiga og líka þá innan bekkja, eða þú veist, þeirra flytjast bara milli bekkja. Þannig við erum að ná miklu betri yfirsýn yfir nám barnanna. Og bara því mér langar svo að, þú veist, benda líka á þessa ótrúlega áhugaverðu mynd sem kemur úr PISA, að þegar við sjáum að það nánast ekki kynjamunur þegar kemur á starffræðilæsi. Svo verður hann töluverður í læsi á náttúruvísindum og sko 15% þegar kemur að lesskilningi. Þannig að aftur talandi þú veist, hvar liggja styrkleikarnir, hvar liggur áhuginn, getum við hugsanlega nota þessa niðurstöðu til að hjálpa drengjunum það betur með lesskilningin. Þú veist, ef að drengi væri með jafn mikinn lesskilning og stúlkurnar, þá væri við hér á Íslandi bara þokkalega sátt með niðurstöðuna. En líkandi hafa sagt það að þetta alþjóðlegt trend. Það eins og bara víðar heiminu, þó sem ég ætla ekki gera lítið úr því að staðan sé grafalvarleg hér á landi. Og snemmtaka íhlutunin, þetta bara áhrifaríkasta leiðin til að draga úr afleiðingum námsörðuleika og tilvísun í greiningar og sérkennslu. Bara nákvæmlega sama og Tryggvi að tala um. Leggjum áherslu á að kennarar hafi gott aðgengi að vönduðum verkfærum til að bera kennsl á og styðja við börn sem sýna seinkaðan þroska á sviði máls og læsis. Og við erum að innleiða LANIS núna fyrir 3 ára börn og það gerir kennurum og líka foreldrum. Foreldrar leggja þetta mat, það ekki talmeinafræðinga, til þess að finna börn með seinkaðan málskilning, þannig að þetta ekki biðlistamál. Þannig að hér getum við bara gripið þau svo ótrúlega fljótt. Og þannig ef þeir eru með seinkaðan málskilning og tjáningu að setja þá markvissan og viðeigandi stuðning. Því eitt líka það að við höfum stundum alveg verið duglega að búa til alls konar tæki, en hvað ætlum við síðan að gera? Og það hefur oft vantað þann stuðning. Eins og þú nefndi Tryggvi, þú veist að kennarar að segja, þú veist, á ég síðan að fara að búa til námsefni sem hæfir akkurat þessum nemenda. Og þarna þurfum við að standa okkur miklu betur. Og ég hef trú á því að það verið samþykkt á Alþingi ný lög það, fyrir maður betur í það. En það verður þá vefur sem inniheldur leiðbeiningar sem nýtast kennurum og forum til að vinna með niðurstöðu lands. Þannig að við erum að taka strax skref í 3 ára núna, svo verður eftirfylgd þau eru 4 ára, við erum með hljóm þau eru 5 ára og síðan erum við líka með þá lesblindu, logóspróf og fleira. En verkefni snemmtaka íhlutun sem að Ásthildur Snorra, sem að þú vitnaðir í, stórkostleg kona sem að er höfundur þessu verkefni, að það ætla starfsfólk í leikskólanum og það málorfunin og aðferðin til að efla málorfun í daglegu tali, stuðla við betri og markvissi nýtingu á málorfun, skerpa á verkferlum og stuðla samvinnu leikskóla við foreldra, sérfræðinga og grunnskóla. Og þannig að þetta verkefni fór á stað sem tilraunaverkefni og við ákváðum núna að spýta í og tókum nokkur sveitarfélög sem byrja núna aftur í haust, þannig að við viljum bara gefa enn meir í því við erum búin að skoða þetta og þetta hefur gefið gríðarlega góða raun af því að í þessu líka svo mikið þjálfun fyrir allt starfsfólk og eins og við vitum í leikskólanum þá faghlutfallið því miður allt og lágt, þannig að í þessu verkefni erum við að þjálfa allt starfsfólk sem hefur gefið gríðarlega góða raun. Og líka af því að stór hluti barna í dag eru ekki með íslensku sem sitt fyrsta mál, að þar eru líka drengir þá helmingurinn af þeim, þannig að við erum núna nýbúin að skrifa undir samning við Reykjavíkurborg þar sem að við erum að taka það sem þau eru búin að vera að þróa frá 2016 með miklum árangri og ætlum að byggja því og bjóða það út allt land, af því við vitum að mörg sveitarfélög hafa ekki náð að skapa þá sérþekkingu sem þarf til þess að mæta þessum börnum. Þannig að við teljum að þetta muni líka styðja mjög við bara almenna málörfun líka í skólum. Og við lítum á stuðning og ráðgjöf við nám og kennslu sem samstarfsverkefni við skólaskrifstofurnar og líka við skólana og háskólasamfélagið. Gæði kennslu þarf að vera hringrás, mats og íhlutunar og þetta þarf að vera skilgreinda aðgengilegan hátt fyrir kennara. Hvernig getur kennari metið að það sem hann er að gera sé að skila árangri og hvað þarf ég að gera betur til þess að ná meiri árangri?
íhlutunarefni sem ég með til þess að styðja en betur við nemendur, það gott eða hvað, og síðan þá líka ef ég vil bæta mig að það sé þá til stað að svo starfsþróun, heimurinn á svo fljúandi ferð að kennarar eru kannski ekki langt síðan útskrifuðust þar til að þeir þurfa bara að endurnýja hvernig þeir nálgast starfið, þannig að við allan viljum bjóða þeim sem að það vilja og með þá námskeið við Verndarfléttu og ætlum líka að fylgja eftir niðurstöðum kvintrannsóknar kennsluhætti. Og aftur ég kom að útgáfu námsefnis og Tryggvi nefndi þetta nokkru sinnum að hvað þetta væri gríðarlega mikilvægt verkefni og það liggur í nefnd núna þetta frumvarp til dæmis að námsgögn séu gjaldfrjáls alltaf 18 ára aldri að loknu innleiðingartímabili, ekki réttur á þeirra, að loknu ekki strax, það þarf sérst eitthvað smá aðlegan tíma og þetta mun þýða nálgun og þörf að skoða með heildstæðum hætti en áður. En það sem við erum að gera líka hjá nýrri stofnun að innleiða námsefnisveitu, þannig að það verður betri aðgengi, betri leitarskilyrði, þú ert með hæfniviðmið og geta þá leita eftir námsefni sem að uppfylla það og líka þá þessi sem við sjáum varðandi gervigreindina. Getum nota gervigreind til að aðlaga námsefni betur, henti betur ólíkum þörfum nemenda. Þannig að líka það þá bara búa til þess að heildstæðu útgáfu og þar þurfum við að kalla til stærri hóp. Og rétt lokum að þá erum við að horfa á þetta allt út frá þessari inngildandi menntun, aðgengi og umhverfi fyrir öll börn og þar kemur Tryggvi inn á að drengir þurfa hugsanlega umhverfi þar sem að þeir geta hreyft sig betur en þetta á líka við að skóli sín hetjulega barni með ofnæmi, þetta líka aðgengi fyrir börn sem að umhverfið hefur erfið áhrif á þau. Þetta aðlögun námsefnis og mats, þetta jákvæð skólamenning, samstarf milli allra aðila, fagleg þróun kennara og mat og umbætur. Þannig að góðu fréttirnar eru að við erum að tala í takti og þá trúi ég að árangur náist. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, takk fyrir þessa kynningu Tryggvi og Áslaug Arna og Þórdís Jóna. Byrja á því að segja að ég var sérstaklega ánægður með samhljóminn sem var hjá Tryggva og Þórdísi í því að mennta- og barnamálaráðuneytið þyrfti aukið fjármagn. Og ég hvet alla sem eru að horfa á streymið til þess að hlusta sérstaklega á það. Síðan vil ég bara segja að það sem að mér finnst svo ánægjulegt að finna í þessu, bara frábær vinna sem að Tryggvi er búin að eiga við samtal við fjölda aðila, hefur verið að gerast núna síðasta rúma 1,5 árið. Á sama tíma hefur verið í gangi vinna inn í Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og ég hnaut það að þið hefðu átt allavega 7 samtöl sem voru skrásett. Ég þykist nú vita að þau hafa verið eitthvað fleiri, þau óskrásettu, bara mikilvægi þess að vinna saman að næstu skrefum vegna þess að ég bind miklar vonir við það að Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem er samstarfsverkefni allra sem að mynda menntakerfið, allra þeirra hagaðila sem ég nefndi áðan, háskólana, kennarasamfélagsins, samband sveitarfélaga, ólíkra skólastiga, heimilis og skóla, allir koma því að móta þessa stofnun og hugsun að við vinnum þannig áfram að næstu skrefum. Með það markmiði að styðja meðal annars betur við kennara og skólasamfélagið í heild. Allt þetta hluti af aðgerðaráætlun núverandi menntastefnu og sumt af því sem að Tryggvi nefndi eins og matsferill, gagnadrifin nálgun þegar kemur að því eitthvað sem við erum að vinna í sameiningu og þetta getur farið beint inn í þá vinnu. Námsgögnin sem að Tryggvi tala um að númer 2 og ég heyri allstar þar sem ég fer landið og hitti fólk í skólakerfinu mikla og langvarandi þreytu gagnvart því að við eigum ekki nóg að námsefni og námsgögnum. Þar erum við undirbúið frumvarp eins og Þórdís kom inn á sem fer inn í þingið í haust. Það mun krefja okkur að stór auka fjármagn til námsgagnagerðar. Við erum að skapa svigrúm til þess að geta mætt því. Þar getum við hort á meðal annars strengi í áherslum fyrstu árana og það rýmar þá við
þær aðgerðir sem að Tryggvi nefndi hérna áðan. En fyrst og síðast það þannig að við þurfum að taka þessar tillögur áfram, vinna þessar aðgerðir áfram, gera það í þéttu samstarfi og samráði við alla aðila. Vegna þess að mér fannst alltaf gott þegar Tryggvi nefndi það áðan að það væri gott að senda foreldrana inn í skólana kannski einu sinni í mánuði, vegna þess að þegar ég fer út í skólan og sest á kaffistofuna, þá ótrúleg þreyta hjá kennurum, hjá starfsfólki skóla, gagnvart verkefninu sjálfu. Við sjáum þetta og við erum búin að setja ótrúlega mikla ábyrgð á heilu samfélagi á herðar kennarana og skólana. Og við þurfum að halla okkur í áttina til þessa fólks og segja, heyrðu, hvernig getum við hjálpað ykkur? Hvernig getum við aðstoðað ykkur? Hvaða verkfæri, hvaða tæki og tól þurfið þið sem skóli til þess að geta mætt áskorunum samtímas? Á sama tíma eru foreldrar að taka minni þátt í skólastarfi heldur en að þeir hafa verið að gerðu kannski fyrir 10-15 árum síðan. Og allt spilar þetta inn í, mér finnst að koma vel fram í þessari kynningu, en það þarf samfélagið í heild. Og þess vegna segi ég bind vonir við það og við ætlum okkur að teikna upp aðgerðir upp úr þessari skýrslu, vinna það núna, við erum að ljúka við aðgerðaráætlun menntastefnu, fyrsta fasa hennar, það verið að teikna upp næstu aðgerðir sem meðal annars munu taka þessa skýrslu inn, munu taka niðurstöður úr PISA, munu taka næstu verkefni sem við ætlum að byggja á nýja stofnun og eigum að geta unnið í breiðu samstarfi, vegna þess að eitt ég búin að læra síðan ég varð menntamálaráðherra, kannski eitthvað fleira en ég ætla að segja eitthvað frá einum hlut, að þegar að þú ert menntamálaráðherra, að þá verður að líta á því sem hlekk í keðju. Við getum aldrei breytt einhverju á einu ári, þó ég hef alltaf að reyna að sameina alla framhaldsskólann á einu ári, en það nú önnur saga, ég var fljótur að læra þar, Magnús. Þannig að við þurfum að líta á þetta, við þurfum að vinna þetta saman á breiðum grunni, vegna þess að það leiðin til árangurs, þvert á ráðuneyti, þvert á stjórnsýslustig, vinna með ólíkum hagsmunaaðilum og með fyrirtækjum, með samfélaginu í heild sinni og þannig getum við náð árangur vegna að það skiptir máli. Og nýta gögn og nýta tölfræði og vinnan hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu hluti af því og þannig sækjum við fram eitt skref í einu en líka að vera tilbúin til að horfast í augu við raunveruleikann, horfast í augu við rannsóknirnar, horfast í augu við samanburði við önnur lönd og þora að ræða það opinskátt án þess að benda á hinn eða einhvern annan. Og það held ég að sé það sem við tökum með okkur. Takk Tryggvi fyrir þína vinnu. Takk allir sem áttu samtal við hann. Ég hlakka til samstarfs við ykkur áfram og við ætlum okkur að skila þessu áfram inn í næstu aðgerðaráætlun og hvet ykkur öll til þess að koma að því. Eigið góða heimferð.